Og áfram höldið með föstudagsþáttinn á N4, hún komin til mín, hún Valgerður H. Bjarnadóttir, ljóðaunnandi vil ég segja, en svo margt fleira. Þetta lag sem við vorum að horfa á, það kemur við eiginlega hjartað í okkur öllum og þjappar okkur saman. Og þú ert búin að vera núna að setja inn á Facebookina þína ljóð, svona sem að hafa komið til þín gegnum bara þína dvöl í Davíðshúsi og fleira. Hvað myndir þú segja að þetta lag og þessi gjörningur gerir fyrir okkur svona þjóðarsálina? Ég held reyndar að þetta er auðvitað sérstaklega vel heppnaður gjörningur. Og ég efast að það hafi verið margt fólk sem að sá þetta eða á eftir að sjá það sem ekki kemst aðeins við það. En ég held að þetta sé gífurlega mikilvægt innlegg, eins og blaðamannafundirnir eru mikilvæg innlegg, en þetta er svona gleði, sameiningar, fegurðar innlegg inn í aðstæður sem eru, held ég, bæði blómabeð eða matjurtagarður fyrir alls konar gott, þessar aðstæður. En þær eru líka gróðrarstía eða þannig fyrir það flókna niðurbrjótandi sem býr í okkur öllum, af því að við erum öll samsett úr bæði einhverju uppbyggilegu og þó við viljum öll, og ég ætla bara að halda því fram að við viljum öll vera góð við hvert annað, við viljum ekki særa, við viljum ekki meiða, þá er samt í okkur öllum einhvern niðurbrjótandi afl sem að við sem betur fer flest náum oftast að halda í skefjum. En ýkist kannski í þessum aðstæðum? Ýkist í þessum aðstæðum, þegar það þrengir að okkur og þegar það er ótti. Ótti er alltaf afl sem býr til kúgun. Og í okkur öllum er einhvers konar ofbeldismanneskja, þar að segja við höfum öll möguleika á því, og við gerum það held ég öll að beita einhvern tímann ofbeldi, þar að segja að beita valdi okkar gagnvart einhverju annarri manneskju, setja hennar niður. Og við erum líka öll með það í okkur að beygja okkur undir valdið, sérstaklega ógnandi vald. Og í sumum fjölskyldum þá þróast þetta yfir í að vera föst hlutverk. Það er einhver sem ógnar og heldur öllu með sínu ógnarvaldi, og ekki vegna þess að viðkomandi langi til að vera, þetta er oft langi til að vera vondur fyrir sína nánustu, það er ekki þannig, það er bara munstur sem að hefur einhvern veginn þróast, og kannski hefur viðkomandi einmitt búið við mikinn ótta og mikla valdbeitingu. Og svo er þá einhver önnur manneskja eða aðrar manneskjur á sama heimili sem að sjá enga aðra leiðin að beygja sig undir þetta vald, af því hitt er bara of hættulegt. Og þess vegna sjáum við í svona ástandi þegar að óttinningunni vofir yfir, en það er líka þessi lokun, í ofbeldissamböndum, ofbeldisheimilum, þá er eitt af því sem einkennir það það að þau eru lokuð. Það er búið að slíta á öll tengslin. Og núna er þetta beinlínis dagskipanin og verður að vera það, og það er bara þannig. Og þá þurfum við að vera svo sérstaklega á verði. Bæði með sjálf okkur, bara við öll, að passa okkur hvernig erum við að hefða okkur heima, hvað er ég að segja við börnum mín? Já, og hvernig líka bara, hvað er ég að segja við börnum mín og hvað er ég að segja við sjálfa mig? Hvernig er ég líka að fara með sjálfa mig? Af því að, við getum líka verið, það er líka inn í okkur. Mikil harka. Já, einhver sem beygir sig undir og einhver sem vofir yfir, En sem betur fer, þá er, þetta ástand líka eitthvað sem tengir okkur saman á einhvern alveg nýjan hátt og einmitt líka þannig að
þó að við komumst ekki út fyrir veggi heimilisins, þá erum við samt tengd. Já, tæknin. Og það er reyndar eitthvað sem ég held að sé ekki bara tækni. Nei. Ég held að það sé líka eitthvað sem að fólk hefur alltaf gert. Já. Bara samstæðan, tilfinningarnar. Já, að bara þegar að það er eitthvað ástand í samfélaginu sem sem fólk er að upplifa, sko, þetta er sama ástandi sem við öll erum að upplifa, ekki bara í þessu samfélagi, heldur í öllum heiminum nánast, þannig auðvitað ekki öllum heiminum, vegna þess að það eru auðvitað samfélag sem eru ekki mikið í þessum tengslum í dag, en langstærstu hluti mannkyns er núna að upplifa eitthvað svipað og er líka tengd í samfélagsmiðlum eða í ljósvakanum þannig. Er þetta ekki sérstaklega áhugaverið tímar fyrir, þú félagsráðgjafi líka og vinnu með fólk sem er að vinna með líf sitt, þetta er svona sérstakir tímar. Þetta er alveg ótrúlega spennandi tímar og mér finnst bara svo spennandi að skoða sjálfa mig, sko, því ég vinn mjög mikið við það að vinna með fólki í sjálfskoðun. Og ég er í tengslum við, sko, því ég held námskeið og er með líka svona einstaklingsráðgjöf og svoleiðis, að þá er ég í tengslum við fjölda fólks sem eru í rauninni í námi hjá mér og eða í viðtölum og alls konar, og þó að við hittumst ekki mikið, þá erum við þá að vinna í gangi. Já, og ég skynja mjög mikið hvernig, sko, fólk er að upplifa sig á nýjan hátt. Við erum að upplifa heiminn á nýjan hátt og aðstæður á nýjan hátt, en við það þá þurfum við líka að upplifa okkur sjálf á nýjan hátt. Nú komum aftur að koma að ljóðinu sem var með þarna í bókinni. Svo við getum endað svona hnýtt þetta fallega. Þú varst með þarna eitt erindi sem að rímar svo við það sem við varum að tala öflin innra með okkur. Já, það er sem sagt þetta er Davíð Stefánsson, uppáhaldi mitt, ástmögur minn og hann er þetta ljóð fjallar næturkyrrðina og það sem gerist, sko, það sem kviknar í næturkyrðinni og mér finnst það vera svolítið svipað því sem er að gerast núna. Það er einhvern veginn, það sefur svo margt sem að áður var vakandi og hann segir, sko, ef ég má segja 2 lítil erindi. Þó augun sjá ekki handaskil, sér andinn gegnum fjöll og klettaþil. Þó lífið sé og verði 1000 þætt, þá þráir allt að fá að vera til. Því allt er sama guðamagni gætt. Allt gott og illt af sömu móður fætt og allt er lögum leyndardómsins háð, hvert lítið fræ af stofnsins miklu ætt. Takk fyrir að koma í þáttinn, Valgerður, og gleðilega páska. Já, takk fyrir mig, gleðilega páska.